Strandfura í Oregon. Fræðiheiti stafafuru, Pinus contorta, merkir hinn kræklótta fura, eða að nafnið eigi við snúnar nálar. Og á við furuna sem vex við vesturströnd Kanada og Bandaríkjanna. Það var svo seinna að flokkunarfræðingur áttuðu sig á því að beinvaxna furan sem vex fjær ströndinni væri sömu tegundar og því sama fræðiheiti nú notað yfir furu sem vex á mjög víðáttumiklu svæði en afar misjöfn í laginu. Þess vegna rækta til dæmis Svíar beinvaxna furu sem þeir kalla kræklu, contorta. Stafafura heitir á latinu Pinus contorta sem merkir hinn kræklótta fura og hér fyrir aftan okkur sjáum við af hverju hún heitir það. Þetta sem sagt strandfuran svo kallað, Pinus contorta contorta og hún svona hér í Oregon eins og þetta hér. Og, en skamtinn til landsins hún beinvaxin og falleg og þar heitir hún Pinus contorta latifolia og svo hér sunnar í Sierra Nevada fjöllum sáum við hana líka og þar hún líka beinvaxin. Heitir Pinus contorta murriana. En þetta sem sagt aðaltegundin, contorta contorta og hún svona. Þetta það sem við erum að rækta til timburs á Íslandi. Sú stafafura sem mest ræktað á Íslandi kemur frá Skagway í Alaska og oft fremur grófgreinótt og ekki alltaf fullkomlega beinvaxin. Skagway auk þess við ströndina, að vísu innst í mjög löngum firði og langt frá opnu hafi. Því hafa sumir haldið því fram að Skagway-furan tilheyri þeirri undirtegund stafafuru sem kalla ætti strandfuru, frekar en innlandsfurunni, sem undirtegundin latifolia og yfirleitt beinvaxnari og fíngreinóttari. Á strönd Oregon sáum við hins vegar ekta strandfuru sem óx þar á víðáttumiklu sandsvæði við opið haf. Fura sú var kræklótt og lágvaxin og allt öðruvísi í laginu heldur en Skagway-furan íslenska. Á nokkrum stöðum við ströndina sást þessi fura við aðeins betri jarðvegsskilyrði þar sem hún var aðeins stærri en ekki síður kræklótt. Ljóst að furan frá Skagway mun betur vaxin en hin eiginlega strandfura.